Mér er mikil heiður af því að vera hluti af kyrrðarhreyfingunni á Íslandi. Fékk fyrst áhuga fyrir þessu árið 1987 þegar ég var við nám við Kaupmannahafnarháskóla og það hefur fylgt mér síðan. Ég var fengin til þess að þýða þennan bækling sem kom út árið 2002 fyrir fræðsludeild Þjóðkirkjunnar og það setti svona mína leitandi íhugunar nálgun í svolítinn fókus og það er þetta sem ég ætla að segja ykkur svolítið frá í dag. Lectio Divina er hins vegar stórt og vítt og mikið fyrirbæri sem á sér uppruna allt aftur til gyðingdóms og var fínpússað í gegnum eyðimerkur feður og mæður og síðan í klaustrum miðaldanna. En það sem ég svona hef tekið að mér að kynna sérstaklega í dag er þessi útfærsla hér sem á sér rætur í Noregi, kallað Urets skúle og þess vegna þessi íslenski titill skóli orðsins. Þetta er sem sagt, þarna er þetta sett upp, Lectio Divina eða hinn heilaga lesninga, svo þýðir bókstaflega, sett upp sem hópvinna eða hópastarf. Og ég hef sjálf reynslu af því, var í nokkuð mörg ár með hóp og ég hef sjálf kallað þetta biblíulega íhugun. Ég veit ekki til annað en að það sé bara eitthvað sem ég fann upp vegna sem ég vantaði gott orð með skóli orðsins ekki þjált og Lectio Divina er náttúrulega eitthvað sem er Íslendingum framandi. Af því að það er biblían í fókus og við gerum okkar íhugun og síðan okkar bæn út frá því. Það sem er markmiðið með Lectio Divina, hvort sem við iðkum það í einrúmi eða í hópi, að það er að efla biblíuþekkinguna, það er svona þetta ytra og kannski svona þetta sem snýr að viðsmunalega þætti mannlífsins, en fyrst og fremst er þetta innlifun í frásögu biblíunar eða texta biblíunar, þar sem að Guð vill segja við okkur í gegnum textan er í forgrunni, gegnum að orðið verður hold í líf okkar, orðið tekur á sig mót í okkar lífi, þegar orð Guðs mætir okkar eigin upplifunu, okkar eigin lifun, okkar eigin reynslu og öllu því sem í okkur býr. Það er þessi mótstaður reynslunar og orðs Guðs og þetta styrkir trú okkar á Jesú Krist og færir okkur nær honum og hjálpar okkur að líkjast honum beint, ekki í gegnum milliliði, heldur beint í gegnum orðið hans. Og ekki síður ef við sérstaklega iðkum þetta í hópi að auka meðvitund trú í daglega lífinu. Af því að við erum hvött til líka þegar við iðkum einslega að hafa dagbók eða svona trúarlífsgöngubók þar sem við skrifum niður beint það sem orð Guðs hefur svona pikkað í okkur varðandi það sem við ætlum að fara í líf okkar og fólk sem við ætlum að biðja fyrir og síðan það sem við viljum stefna að í okkar daglegu göngu. Þannig þetta er svona aðferð sem hvetur okkur til mjög svona skipulags trúarlífs og bænalífs. En í þessum þrepum eins og þau eru sett fram hér, ég ætla nú aðeins að nefna líka á eftir svona hvernig þetta hefur verið iðkað að fornum sið, en eins og þetta er sett fram í þessu hefti sem þið megið bara eiga og taka með ykkur, að það er ákveðin undirbúningur sem fer fram, lestur orðsins og svo kyrrðin sjálf sem er hjarta í því sem gerist, íhugun á textanum, síðan er bæn að biðja út frá því sem textin hefur talað til okkar og svo einhvers konar athöfn að koma því í verk sem að textin hvetur okkur til. Og þegar í sambandi við undirbúningin og allir bara rétt að renna hratt í gegnum þetta, það getum við þetta gert á svo margvíslegan hátt, skapa andrúmsloft kyrrðar og tilbeiðslu og það er þetta sammerkt með ýmsu af því sem kynnt verður hér í dag að það er alltaf einhvers konar undirbúningsþrep í þessu og andardrátturinn getur verið miðlægur þar ef við kjósum það og ég setti nú Jesú bænina inn hérna, henni það verður sjálfsagt komið inn á hana líka í öðrum kynningum hér en mér finnst mjög gott að nota Jesú bænina sem undirbúning minn fyrir mína einkanlegu biblíulegu íhugun og líka í hópi. Þá förum við saman í hópi og notum þá bara orðalagið úr messunni þegar við erum saman í hópi. Og ég setti bara mismunandi, það eru til fleiri gerðir en þetta er svona mismunandi stutt og langt, Jesú bænin þarna
og bara það að andvarpa nafnið Jesú í tengslum við hina fornu hefð Jesú bænarinnar. Svo það sjálfur lesturinn og í hópi að þá lesum við gjarnan með 3 mismunandi röddum. Það gerist eitthvað þegar við lesum upphátt. Og þetta segja messuþjónarnir líka að þá áraun að standa fyrir fram á söfnuðinu og lesa upphátt orð Guðs, það gerist eitthvað í okkur. Og ef við heyrum lesið með 3 mismunandi röddum, að þá heyrum við líka ólíkar áherslur og textinn talar til okkar. Ef við erum í einrúmi, að þá eigum við líka að lesa upphátt. Því að það líka áskorun fyrir okkur að sitja þarna og hlusta á eigin rödd. Það gefur aðra vídd heldur en að lesa í hljóði. Og það innbyggt í þetta hér, þetta nú svona hugsað svolítið fyrir æskulýðshópa og á sér uppruna á Ítalíu, í Dómkirkjunni í Mílanó sem ykkar kannski þekkja þá sögu. En þá talað að leiðtogi í hópnum geti gefið ákveðnar upplýsingar biblíutextann. Mér finnst þetta sjálfur dálítið svona aukaatriði því að þá erum við farin að leggja svolítið áherslu á því vitsmunalega sem ekki aðalatriði í þessu, heldur innlifunin. En það getur auðvitað verið einhver atriði sem að þarf að nefna að taka fram eða við sjálf veitum okkur upplýsingar þegar við gerum þetta einslega. En aðalmarkmiðið að lesa nógu oft og hafa textann þess vegna í biblíunni eða ljósritaðan í hópi, ef við erum í hópi, að festa í minni sér textann til þess að lifa sig inn í atburðarásina, til að vera viðstödd. Þetta tengist auðvitað Ignasíusar hefðinni og fleiri hefðum sem komum verið hér inn á. Að finna ilminn, skynja, ganga inn í það. Sjá og heyra það sem gerist í frásögunni ef það er svona myndræn frásaga. Og meðan við sitjum í kyrrðinni, það geta verið 5-20 mínútur, þetta er lengri tími, það er bara eftir hvað við erum þjálfuð í, það er þetta að þjálfa sig upp í þögninni, að þá opnum við eyru okkar, biðjum Guð að gefa okkur lærisveina eyru til að heyra það sem hann vill við okkur tala, hvað sjáum við, lykt. Mér finnst augnaráð Jesú hefur oft talað mjög sterkt til mín í minni íhugun þegar Jesús horfir á okkur, sér okkur. Við erum sjálf inni í þessari frásögn. Við heyrum orðin eins og séu töluð til okkar. Og það getur verið öll frásögn, getur verið ein setning, eitt orð, ein hugræn mynd, andleg mynd sem við sjáum og tengist þar með kyrrðarbæninni svolítið, centering prayer, ef við stöldrum við eitt orð og síðan göngum við jafnvel inn í hina alþöglu bæn, þar sem engin orð komast að. Það er áherslu á það að biðja líka bæn upphátt gjarnan sé hluti af þessu ferli. Að við stoppum ekki inn í frásögu biblíunnar, heldur leiðum hana út áfram. Inn í bænina biðja fyrir hinum þurfandi heimi og því öðru sem kemur í huga. Og þarna setti ég nú á blað eina útgáfu af latnesku hugtökunum sem oft eru notuð í tengslum við lectio divina. Lectio þýðir að lesa, ruminario er að jórtra, taka orðið aftur og svona leyfa því að meltast í munn okkar og í hug okkar, í allri veru okkar. Meditario, það er íhugunin meðan við höfum orð á henni. Contemplario er svo meira hinn orðlausa íhugun. Og oratio er bænin og þetta er sett upp svolítið, stundum kemur bænin á undan hugleiðslunni ef við viljum nota það orð. Þannig að þetta er aðeins mismunandi. En svo er þetta að tala athöfn, að iðka og iðka orðið. Ef við erum í hópi þá er gott að tala saman hvað gerði orð Guðs fyrir þig núna. Ýtti það einhverja auma bletti. Svolítið líkt því sem við vorum að læra nokkur í predikunarnámskeiðum daginn, hvar er mómentið í textanum sem svona ýtir við þér og ef við erum í einrúmi að skrifa þá gjarnan niður og eins í hópi að skrifa niður það sem kviknar. Þetta er uppáhalds biblíusaga mín til að byrja með þegar ég er að innleiða þetta fyrir fólki í hópum eða á kynningum. Þá nota ég mjög gjarnan minn Bartimeus sem var minn uppáhalds biblíufígúra persóna þegar ég var barn og þar auðvitað koma fyrir svona ein útgáfa af Jesúbæninni, sonur Davíðs, Jesús miskunna þú mér, og að sitja með lukt augu og vera Bartimeus er alveg hreint stórkostleg upplifun. En það eru allir textar biblíunnar geta legið undir. Hér í þessu bæklingi er að finna svona tillögur sem að miða mjög mikið við frásögur biblíunnar
Og þær eru, af því að þetta fyrir svona ungt fólk kannski sett upp og þá þær mjög þægileg leið til að ganga inn í biblíulegu íhugun. En hvern einasti texti, ég reyndar hef ekki notað mikið manntölin og svona, viðurkenna það, svona í Gamla testamentinu upptalningu af nöfnum, en auðvitað það líka hægt. Og svo nokkuð til sem heitir Lectio Continua, sem að felur þá í sér að taka fyrir heila bók og Davíðssálm 139 sem þessi svona lengd, það getum við gert það á heilli viku eða þannig, þá bara göngum við inn í eitt ákveðið rit eða einn ákveðin kafla og notum hann sem grundvöll okkar íhugunar í áframhaldinu. Það mjög mikið skrifað að sjálfsögðu Lectio Divina. Ég held nú að Sigurbjörg hafi gefið mér þessa, var ekki Sigurbjörg? Þú hafi gefið mér neitt tíma. Þessi alveg yndisleg Lectio í náttúrunni og Lectio við það að hlusta á tónlist og Lectio í að horfa á alls konar og kyrrðardagar og dagur og alls konar. Og svo eru ýmsar bækur til líka fyrir okkur prestana, hvernig við getum nálgast Lectio út frá kirkjuárinu, þetta að vísu ekki okkar alveg kirkjuár, en það sama, hvernig við getum predikað með þessa aðferð í bakgrunni. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra en bara aftur fá að þakka fyrir mig og það stórkostlegt að vera að sjá kyrrðar og íhugunar hreyfingu eflast innan Þjóðkirkju Íslands. Ég mjög þakklát og eftirvæntingafull að við áfram höldum veginn saman. Takk fyrir.